Verið hjartanlega velkomin með okkur á blaðamannafund hér undir regnskýlinu á bensínstöð Ólís í Álfheimum. Ástæða blaðamannafundsins úrslita einvígi Ólísdeildar karla. Tvö sterkustu lið landsins, Vals og FH, eru að mætast í úrslitum. En áður við fáum þjálfara liðana til okkar, þá ætlum við að fá stutt skilaboð frá þeim sem eru með mestu reynsluna úr úrslitakeppninni. Minningarnar frá úrslitakeppninni? Minnilegast að sigla heim með bikarinn held ég. Við endum í oddaleik á móti Aftureldingu og það small eitthvað. Það er bara eitthvað að gæði ekki. Það þarf eitthvað svona ekstra til þess að vinna þetta. Það er náttúrulega líka bara gæði til þess að klára þetta. Það er ekkert betra heldur en að spila fyrir liðið sitt og fyrir samfélagið sitt. Hver ertu spenntastur að fylgjast með í úrslitakeppninni? Það eru margir ungir strákar núna að stíga upp. Ég mjög spenntur að sjá unglingalandsliðsgaurana. Það eru þeir sem ég mest að trúa núna. Úrslitakeppnin, þar sem stjörnurnar verða til. Stjörnurnar verða svo sannarlega til í úrslitakeppni Ólísdeildarinnar. Eins og ég segi, þá erum við mætt hér í Ólís á Álfheimum. Undir regnskýlinu hér, síðasta vetrardag ársins. Ég mættu með Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfara Vals og Sigursteinn Ardal, þjálfara FH. Gústi, fyrsta tímabilið hjá þér sem þjálfari karlaliðsins, deildarmeistaratitil kominn í höfn, ósigraður í úrslitakeppninni hingað til. Hver hefur verið lykillinn að ykkar velgengni þetta tímabilið? Við höfum svona bara jafnt og þétt kannski bara bætt okkur í gegnum tímabilið og við höfum auðvitað bara á að skipa mjög öflugu liði. Við höfum auðvitað með bara gott varnarlið og höfum á svona að keyra bara, hvað maður að segja, bara gott tempo og góð hraðarhlaup og svo erum við bara sterkir svona, eigum kannski mörg og opn sóknarlega og auðvitað bættist Arnór Snær við á tímabilinu sem var mikill hvalreki fyrir okkur. Þannig að það er bara svona, hvað maður að segja, margir samverkandi þættir og öflug liðsheild sem hefur gert það að verkum að við erum í þessari stöðu sem við erum í dag. Hvernig ætlarðu að undirbúa liðið þitt fyrir þessa stóra einvígi, mikil pressa þegar allt undir? Við svo sem gerum það bara nokkuð hefðbundinn hátt sko, bara svipað og við höfum verið að gera það í allan vetur. Við höfum núna fengið smá hvíld eftir að við klárum síðasta einvígi og gátum aðeins að horta á F-fangana og þeir voru í hörku einvígi og voru frábæra á móti haukunum, þannig að við þurfum auðvitað bara að undirbúa okkur vel og vera bara vel tilbúnir í mjög erfiða rimu. Þú sjálfur með mikla reynslu að vinna stóra leiki, hefur unnið allt galleríið kvennamegin, strax komin í úrslitaðinu fyrst tímabili karlamegin. Hvað hefur þið tekið með þér úr velgengni kvennadeildarinnar yfir í karladeildarinnar? Jú, þetta svo sem bara í raun og veru það saman sko. Þannig að ég auðvitað var farin að þekkja vel kvennadeildina, var búin að vera lengi þar, þannig að svona tekið mér smá tíma að komast inn í karlaboltan og svona læra aðeins á leikmennina og allt slíkt skilur, en ég auðvitað bara með gott þjálfarateymi líka með mér sem unnið gott starf. Núna þurfum við bara að vera agar í vinnubröðum og bara vera vel einbeittir þessa næstu daga. Þetta eru skemmtilegi tímar og maður segir það alltaf, en að samanskapi þá þetta líka viðbjóð þegar maður leggst á koddann, maður með þetta í haustum þegar maður leggst á koddann og svo þegar maður vaknar á mótnana á nóttunni þá þetta ennþá í haustum á manni, þannig að svona verða næstu 10 daga, 2 vikur eða hvað það tekur langan tíma þetta einvígi og það svona að reyna líka bara að njóta á þessu meðan þessu stendur þó að pressan sé þó nokkur en þá er að hafa gaman að þessu og njóta þess og það er það sem við ætlum að gera. Heldur betur, Steini, þið hafið sýnt mikinn karakter í úrslitakeppninni, sérstaklega í Hafnarfjarðarslaginu, mikil stemming þar. Hvað segir það karakter í hópnum ykkar, sérstaklega að ná að klára svona einvígi á móti erkifjöndunum í Högnum? Jú, það segir svo sem heilmikið og ég nefndi það svo sem sjálfur að ég var mjög ánægður með þann andlega styrk sem við sýndum í því einvígi en kannski líka aðeins bara svona okkar mantra ekkert ósvipuð Völsurunum, við erum bara búin að bæta okkur hægt og síðan í gegnum allt tímabilið og þess vegna líður mér vel að vera komin á þennan stað núna. En varðandi karakterinn þá bara þetta líka það að góð dýnamík í hópnum. Það eru ungi menn sem eru spólgraðir og langar að sanna sig og svo erum við með mikla reynslu bolta inn á milli og þetta hefur bara funkarað vel saman. Hvernig ætlaði að nálgast þetta einvígi á móti Val? Við bara nálgumst það bara að mikilli hörku og ætlum okkur að sjálfsögðu stóra hluti en gerum okkur á sama tíma grein fyrir því að við erum að mæta bara óbúslega öflugu liði Vals sem er með
valið mann í hverju rúmi og hérna öflug þjálfarateymi og með allt til alls en við erum líka bara meðvitaðir það að við erum með gott lið lítið á milli þessara liða, ég held að nú er ég 1 stig að lokum og hérna búin að vinna sérkvort leikinn í vetur þannig að hérna við erum bara að búa okkur undir þvílíka hörkurimmu en á sama tíma svona jákvæðir, við finnum að það er mikill kraftur í félaginu, það var geggjað að upplifa stemminguna sem var á móti Haugum og ég veit að allt þetta fólk og meira til mun hérna fylgjast á bak við okkur. Þú hefur sjálfur verið lengi í brúnni hjá FH, unnið Íslandsmeistaratitilinn 24. Hvað getur þú sagt mér munin á því liði 2004 og liðinu sem þið eru með núna? Ég myndi nú segja að það var kannski öllu meiri reynsla í liðinu 24 en að samaskapi líka ákveðin líkindi því að það voru líka mjög ungir og efnilegir leikmenn í bland við mikla reynslubolta en hérna nema ætlum við séum ekki bara ennþá yngri núna. Áður en ég slepp ykkur þá ætlum við að taka smá blind ranking. Steini, ég ætla kannski að fá að skipta við þig hérna, meira hliðin á Gústa. Komið hérna í mynd svo kameran sjá ykkur, Gústi og Steini. Ég ætla að nefna hérna unga og efnilega leikmenn. En þið eru saman bara í þessu, þið ætla að koma ykkur að einni niðurstöðu. Ég spyr ykkur unga og efnilega leikmenn og þið ætla að raða þá í sæti 1-5 blind ranking. Ok, þá byrjum við á Elís Þór Aðalsteinssyni. Í hvaða sæti setið hann? Hvað var að segja Steini? 3. Já, 3-4. Já. 4. 4. Baldur Fritz Bjarnason. Já, hann þarna, þeir eru á svipu reiki, ég 3 bara. Jú. 3. Gunnar Róbertsson. Já, hann hérna, já. Pappan segir hérna á svæðunum að ég maður finnur bara pressuna, sko. Já, maður er skítræddur. Herðu, þetta er 1 eða 2, sko. Já, ekki að setja hann í tvistinn bara. Nú, á minka pressuna. Já, við erum að byrja að koma ykkur afhangur. Það var það Freyr Aronsson. Þeir seti 1 og 5 eftir. Liðilega ljótur leikur hér. Já. Við, maður eiginlega vill ekki gera upp á milli þessara bara hrikalega efnilegu drengja og maður vill heldur ekki setja stimpilinn á neitt þeirra að þurfa að vera hérna í fyrsta seti. Þannig að ég held að Gústi eigi þennan. Hvað breytir og segir pressunni frá mig? Herðu, hefur ekki að skella Freyr, ég meina hann var alltaf stórkostlegur í hérna úrslita, þessum dundarúrslitaðum við og er búinn að vera frábær í vetur. Við setjum hann í fyrsta seti. Og þá var það Garðar Ingi Sindrason. Já, þetta var sem er grunaður, sko. Þetta er klár 5. Það er 5 þar. Takk fyrir það, strákar. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð áður en við fáum Björgvin Pál Gústafsson og Ágúst Birgisson til okkar. Þú fær ljúffengt og ilmandi barista. Já, strákar, ég er bara að koma. Örstuð. Ég er bara að byggja hérna. Strákar, Bjöggi og Gústi, velkomnir. Bjöggi, hver er tilfinningin í hópnum fyrir fyrsta leik í þessu úrslitaheimi? Mjög góð. Búið að vera smá bið hjá okkur eftir þessu og feginn FH klára þetta svona ekki 5 leikjum sem maður getur fengið að sjá hverjum maður mætir og aðeins bera hitt upp svona vídeoklippurnar og fara að pæla í aðstæðnum en það er mikið spenna og þetta verður alveg einvíð. Frábæra frammistöður hjá þér og þínu liði, þeir að spila hraðan og skemmtilegan handbolta. Hvað er fólk að fara að fá með því að mæta og horfa og styðja ykkur? Bara akkurat það sko, bara smá læti, smá hraða og þetta verður svolítið þannig einvíð. Ég held að sóknleikurinn okkar er mögulega best í deildinni. Vörnin FH hefur verið rosaleg á tímabilinu, markmenni líka. Þannig að það snúist ekki það, besta sókn móti bestu vörninni og ég held að hraðan okkar sé líka eitthvað svona vopn sem við munum klára að nýta okkur og þeir þurfa að stoppa. Hvernig upplifir þú stemminguna í bæði liðinu þínu og síðan félaginu? Alltaf gerileg stemming í Valsheimilinu bara as we speak. Þannig eru allt og mikið leikjum í gangi. Það er karvan, fótboltinn og allt komið á fullt og sumir að koma þessi sjáu. Þannig að þetta er allt verið að miljón þarna og þannig að við erum rosa peppaðir bara niður hlýðarenda fyrir svona einvígjum. Það er þessi að mikið að gera en ég held að það verður alveg stappa á þessum leikjum og þetta eru þannig lið, þetta er þannig leikir að það verður læti og stemming og ég held að við fattum það bara mjög snemma þegar það er nær dreifur hvernig þetta verður. Gústi, búin að vera frábær stemming í Hafnarfirðinum, sérstaklega í Hafnarfjarðarslagnum, mikið stuð á pöllunum og fleira.
Hvað takið úr einvíginu gegn bikarmeisturum Hauka og inn í þetta úrslitaeinví? Ja, við spilum náttúrulega frábær vörn og frábæran handbolta. Sóknarleikurinn okkar líka bara mjög góður og svo stuðningsmennirnir okkar líka bara frábærir. Við tökum það bara með okkur í úrslitaeinvíið, sko. Hver eru styrkleikarnir ykkar sem þið getið tekið með ykkur inn? Vörn, markvarsla og stuðningsmenn. Það er okkur styrkleiki. 2 tímabil síðan þið unnið 2024. Ég spurði Steina hver er helsti munurinn, hvað telur þú vera helsta muninn bæði á liðinu og síðan bara þér? Munurinn er ég hann eldri, hægari. Ég segi svona, nei, alltaf hellingsmunur, nýja leikmenn, ungu strákarnir svolítið taka við og sem er búin að rosalega tröppugangur á þeim allar vetur, þannig að það er gaman, sko, mjög gott. Og já, það er svona helst, ungu og svo bara annað lið, basically, sko. Algjörlega. Við ætlum að fara í smá spurningar. Ég baði ykkur um að undirbúa eina spurning á kvot, aðeins til að æsa í þessu. Björki, hvaða spurningu ert þú með á Gústa? Ég fór hann að HB Stats og sá hvað búinn að skora mikið af mörkum. Áttam að því að ég er búinn að skora helmikið fleiri mörk, 18 á móti 9 mörkum. Ég er bara að spáði hvort hann ætla að skora fleiri mörk en ég sem við. Ég stefla það er 100%, sko. Það er 100%, það kemur í ljós. Gústi, ertu með spurningu tilbaka á hann? Ég ætla eiginlega bara að spyrja hvað þetta gamalt, Björgur minn. Ég er 41 árs bráðlega og verð 41 árs með 1 titil um hálsinn þá. Þá ætla ég að spyrja ykkur, Gústi, nefndu 3 ástæður af hverju þessi bikar á að fara í Hafnarfjörðinn og mun fara í Hafnarfjörðinn. Fólki á skilið, við erum frábærir og við erum geggjaðir. Björki, 3 ástæður af hverju bikarinn fer á Hlíðarenda? Það er ekki pláss í bikarskópanum að Hlíðarenda en við finnum pláss fyrir hann. Það er hefðin. Það er unga görnum okkar sem eru að stíga upp. Gunnar Róbertsson, sóknarlega, Davíð Leó varnarlega og svo bara því við erum valur. Það er heldur betur þannig, látum þetta vera loka orðin héðan úr Álfheimum. Þökkum Ólís kærlega fyrir að leyfa okkur að vera hér á planu og áfram handbolti. Gríptu með þér nýbakað og ilmandi bakkelsi á næstu Ólís-stöð. Ólís, vinur við veginn.